Þetta sem sagt hagsmunasamtök fyrir fatlaða og vinna sem sagt að því að vinna eiginlega með, ef ekki segja, bara ríkisstjórninni að því að efla sem sagt hag fatlaðra og að standa vörð þau réttindi sem áunnist hafa. Já, sammála þessu. Og hvernig hefur það nú gengið? Ég held að gangi bara misvel eftir hverju við stjórnvölinn. En formaður og framkvæmdastjóri Landssamtakanna sitja mjög marga fundi og þar sem hagsmunamálin eru rædd. Þannig að við höfum góða aðstöðu til að vinna málefnum fatlaðra. Nú erum við hér á Akureyri og þar Þroskahjálp Norðurlands sem að þið tilheyrið. Hver eru aðal baráttumálin hérna á Norðurlandi? Sjálfur sér erum við ekki með einhver sérstök baráttumál hérna. Við reynda búum svolítið öðruvísi að því heldur en önnur sveitarfélög á landinu því að yfirfærsla á málefnum fatlaðra var sem sagt mun fyrir hjá okkur heldur en hjá öðrum sem nýbúið eins og í Reykjavík og flest öllum sveitarfélögum. Þannig að við í sjálfu sér erum bara að vinna mikið, höfum alltaf verið að vinna mikið með Akureyrarbæ, meira heldur en með ríkinu, þannig að aðstæðurnar hafa svolítið öðruvísi hjá okkur heldur en flestum öðrum. En það sem helst í gangi hjá okkur eru búsetumálin og það náttúrulega líka í sambandi við framhaldsskólana, í sambandi við skammtímavistun og öll þessi hefðbundnu mál, en við teljum okkur alveg búa ágætlega hérna á Akureyri, svona á landsvísu eins og maður segir. Og yfirfærslan var hjá okkur 96, hefur verið hérna í gangi síðan, meðan það að flytjast yfir til sveitarfélagana 2011, annars staðar á landinu. Þannig að við búum ekki betur höfum lengri reynslu að vinna með sveitarfélagi. En nú eru þið báðar mæður fatlaðra barna. Á hvaða veggi hafið þið rekist í kerfinu varðandi ykkar börn? Ég var svo gamla stelpu, fædd 79, þannig að ég er búin að ganga í gegnum alla veggi og búin að vera í þessum samtökum hérna á Akureyri síðan 82. Byggja upp skammtímavistun, sumardvöl, skólavistun og alla þessa og skóla og vinnaða framhaldsskóla og þannig að ég er svo búin að banka á allar dyr í gegnum tíðina en er í góðu málu núna. Stelpan komin á sambýli og líður vel þar. Ég er aftur á móti með stúlku fædda 2000 og ég verð nú eiginlega að segja að ég hef ekkert labbað hann rosalega marga veggi. Það hefur gengið ótrúlega vel og það kannski sýnir að það er orðið auðveldara og kannski sérstaklega hérna á Akureyri þar sem þetta hefur gengið mjög vel. Auðvitað alltaf eitthvað sem hægt að bæta en hérna það hafi sjálfur sem verið mjög fáir veggir og ef ég hef farið á veggina þá hef ég alltaf fengið aðstoð og það er bara gott skipulag á þessum málum sem að hjálpa til með það. Það er svona eins og maður segir persónuleg þjónusta. Þannig að veggirnir hafa verið mjög fáir en það kannski eftir að breytast þegar maður fer út úr vendað umhverfinu í skólaskyldu dæminu. Það er að maður fer yfir í verkmenntaskóla og svo yfir í búsetuna sem ég hef grunum að sé kannski svona fyrir flesta erfiðasti hjallinn í dag. Það er búsetan. Við reyndar mikið sjálfstæða búsetu hérna á Akureyri. Það unnið mikið að því að krakkarnir komist í sjálfstæða búsetu séu ekki að fara inn á sambýli og það líkar fólki náttúrulega misvel foreldrum, það er að segja að þeir vilja hafa fulla þjónustu fyrir börnin sín eðlilega, ekki sleppa þeim hendinni. Þroskahjálp eru samtök sem eru 37 ára gömul og það hefur náttúrulega margt áunnist á þessum árum en hvað myndu þið helst vilja sjá vinnast í málefnum fatlaðra á næstu 5 árum? Ég held að það sé búsetumálin hjá mér því að það er eitt sem að kannski hefur ekki verið alveg nógu gott hjá Akureyrarbæ og það er framtíðarsýn á þessum málum. Þetta er svolítið reddingarsýnin og það er allir að vilja gerðir að redda en ég held að ég myndi vilja sjá framtíðarsýn á málunum þannig að við vissum allavega hvernig staðan yrði eftir 10 ár. Já, það kemur út einhver skipulagsskrá búsetumálin. Það væri ábyggilega mjög gott. Þeir gerðu það fyrir nokkrum árum síðan sem átti að gilda til 13. Og það náðist ekki að markmiðið náttúrulega fullu en gekk ágætlega. En svona lokum alþjóðlegu dagur fatlaðra er framöndan. Hvernig stöndum við okkur í þessu stóra samhengi? Ég held að við stöndum bara býsna vel, við stöndum nálægt Norðurlöndunum og fylgjum þeim svolítið eftir. Svíþjóð núna í augnablikinu. Það er svolítið misjamt eftir tímum hvaða landi við höfum verið reynt að fylgja En á heimsvísu held ég að við stöndum bara mjög vel.
og við sitjum náttúrulega marga landssamtökin, sem sitja marga fundi erlendis og vinna að þessum málefnum. Ég held að við stundum alveg ágætlega svona á alþjóðavísu en það er kannski það sem við þurfum að passa svolítið núna, það er að halda vörð það sem við höfum og það hefur verið svolítið mikil barátta og það er svolítið leiðilegt að það sé barátta að halda vörð en staðin fyrir að halda fram á við. Sammála því.